setjum upp skjá, já, og hægri smellum á Operator Screen. Operator Screen, þið verðið að hafa Project Browser virkan, þá smellið þið hérna sjáið þið. Já, vinstri smella á Project Browser fyrst og hægri smella á Operator Screen hérna neðarlega, fyrir neðan miðju. Þetta er fyrir neðan program hjá ykkur, næsti fyrir neðan Animation Tables. Hægri smella á Operator Screen og segja þar efst uppi New Screen. Já, samþykkið það bara, þetta er bara sjálfgefið nafn, segir bara OK. Og ég ætla að hafa þetta svona opið, býtum nú við, þá fær þetta aðeins betur til hérna, svo ég geti náð í hnapp sem að getur jafnað þetta hérna á skjánum hjá mér, þannig ég hafi 2 skjái hérna samtímis. Þið sjáu þetta. Og það sem ég er með hérna, ég þarf samt að minnka þetta svo litið, hérna, til þess að ég nái að fá inn alla þá þætti sem að skipta máli til að búa til skjáinn á tækjastikunni. Það er, hérna er náttúrulega bendillinn og alveg allt þetta hérna. Og þessi takki hérna lengst til hægri, það er mjög mikilvægt að þið vitið af honum. Hann er til þess að gera skjáinn virkan annars vegar. Þegar það er blátt í kringum hann, þá er skjárinn virkur, þannig að maður getur smellt á takkana og þeir virka. Og svo getur maður líka þurft að breyta skjánum, þá getur hann tekið hann úr virkni með því að smetla hérna. Og þá er skjárinn eins og á ensku kallað disable, eða hann er ekki virkur. En nú finnum við þessa þætti hér og þá byrjum við þá því að finna push button. Það er hnapp hérna. Hnappurinn hérna, hann kemur svona inn í bendilinn og við þurfum að teikna upp kassa með bendilinum. Íta með vinstri músarhnappnum niður og búa til kassa. Þá fáum við þennan hnapp hérna og til þess að það sé alveg eins, allir þessir 4 eða 5 hnappar, þá getum við sagt copy þegar þetta er valið og afmerkjan og segja bara paste og alltaf aftur og aftur, þannig að við séum konið þetta með 5 hnappa. Þá getum við þess vegna sett á í þessa röð hérna. Og þegar við erum búin að velja 5 hnappa inn á skjáinn, þá getum við vinstri jafna á, left align. Velja þá alla og smetla á left align eða right align, skiptir ekki máli. En ekki smetla hérna á topp eða down því að þá fara þær allir í eina klessu. Síðan sem sagt vil ég fá strax texta til þess að vita hvað er hvað. Ég ætla að færa þetta aðeins hérna til svo að ég hafi örglanum á pláss fyrir textan. Og til þess að velja texta þá sjáum við hérna AA merkinguna hér og þá bý ég til kassa og hér kemur text. Svo tvísmelli ég á þennan kassa hérna og hér get ég skrifað inn í hann eins og bilun A. Nú, hérna þetta er rauninni bara skraut, þannig að þetta skiptir ekki máli. Hér má nota íslenska stafi og allt, sko. Bilun og bil og allt. Þannig að þetta breytir engu, þetta er bara merkingu hérna inn í þessu. Og ég get líka í drawing, ég get sleppt í að hafa kassan hérna í kring. Sett bara textan sjálfan. Sjáu, þá hverfur ramminn, skiljiði. Þá get ég minnkað ramman hérna aðeins, þannig að það sé bara hæfilegur, og þá er ég bara með bilun A hérna. Og síðan get ég satt kópíað þetta og merkt, eða svo smelt annar stað, þannig að það
komi ekki, já, þannig geti farið í Ctrl+V til þess að líma þetta aftur og breytt þessu í bilun B. Bara þetta er merking. Þetta er engin stýring, bara til þess að merkja hnappana. Svo á að vera þarna, já, þetta á að vera svolítið neðar. Svo kemur kvittun A. Þá ætlum ég bara að segja aftur paste hérna og breyta þessu í kvittun. Og þá er komið kvittun A og þá breytist það hérna, svona. Og þá get ég tekið copy af þessu og paste og þá er komið kvittun B hérna fyrir neðan. Og svo er það líka flautustopp. Ég ætla að hafa það bara hérna fyrir neðan. Já, ég breyta þessu hérna. Bilun, já, nei, ég ætlaði að hérna, ég ætlaði að taka eitthvað annað. Ég ætlaði að taka kvittun A og taka afrit af því. Copy og paste og breyta því í kvittun B. Svona. B. Ok. Og svo ætla ég að breyta þessu neðsta í flautustopp. Ok, þá er það komið. Aðeins að færa neðar, hann er svolítið út úr þessi. Samt að vinstri jafna þá. Og vinstri eða hægri jafna textan kannski. Þannig að komi, já, það er í rauninni kassin hægri jafnast. Þannig að ég næ ekki alveg öllum textan stundum. Hér þarf ég að breyta kassanum svo að þetta sleppi, eða passi. Í hægri jöfnuninni. Núna vel ég þetta og hægri jöfna þetta og þá sleppur þetta betur. Nú þarf ég að hérna jafna þetta aðeins. Ég geti notað örvahnappana til þess að færa þetta aðeins til. Já, bilun B er alveg þokkalega en þetta flautustopp þarf aðeins neðar hérna. Svona. Svo get ég lagað þetta ef þetta hefur eitthvað mistekið hjá mér með jöfnunina á milli. Svona, þetta er orðið þokkalegt og ég kom með rofa en þeir eru ekki eins og hérna hægra megin. Og síðan, hérna, já, ætla ég að fara í það með ykkur. Er tilbúinir í það? Þá þurfum við að tvísmella hérna á efsta hnappinn, hérna bilun A og ég næ í með því að smella á 3-punktinn hérna þá fæ ég lista úr data editornum og þá leita ég að bilun A. Ég get tvísmelt á þetta hérna, tvísmelt á bilun A og þá kemur hún hérna beint inn. Til þess að hafa af árofa eða við latsing þá er haka við það, hérna við latsing. Og ég þarf ekki að hafa neina ágjör á öðru hérna, það er bara Ctrl við latsing, haka þar við. Þá breytist rofinn, ef ég smelli hérna á apply, þá breytist rofinn í þetta hérna, sjáu þið. Þetta form, hann er opinn eða lokaður. Ok, ég vil hafa kvittunina hérna bara venjulegan hnapp, normally open, þrýsti rofa og þá smelli ég hérna á kvittun A, leitað kvittun A hérna fæ ég þetta og ég ætla að setja inn texta sem heitir KVAF fyrir kvittun og ætla að hafa bara bil og þetta er stórt A, kvittun A, KVAF A. Smelli þá á og þá fæ ég texta inn í hnappinn. Já. Þessi texti verður á sjálfum hnappnum, já. Í textabóksið, það er alveg, hérna, það er líka bara skraut og þetta er skraut sem ég skrif inn í takkan og þessi texti hérna, þetta er bara skraut utan á takkanum.
Þetta ekkert tag name eða neitt skoleis. Tag name variable, þetta tag name. Þannig að ég vil ekki hafa þetta vitslaðsing því að þetta vil ég hafa bara þrýstirofa normally open eins og þessir eru hérna. En ég ætla að breyta þeim líka. Fer aftur í gegnum þetta því að nú ætla ég að gera kvittun B strax, svo að þið sjá þetta aftur. Næ ég með 3 punktunum hérna í kvittun B, tvísmetla á það, fæ það hérna inn og ég fylli hérna inn í textabóksi hérna. Ég ætla að skrifa KVAF fyrir kvittun, bil bara, það má alls ekki annar staðar, þetta bara skraut, þannig þess vegna má ég það, kvittun B. Og ég smelli á apply, þá breytist rofinn strax, útlitið á honum, kvittun B. Og svo bara OK. En þennan hérna bilun B, ég ætla að hafa hann eins og bilun A, þess vegna, tvísmelli á hann, vel bilun B, þannig að þessi 3 punktur hérna til að ná í bilun B og with latching og svo apply, það breytist hann og OK. Hjá ykkur þá verður hann ekki normally closed, já þá lokast hann ekki strax, heldur hann verður normally open, hann er open, hann tengir ekki. Hjá mér er þetta svona vegna þess að ég er með skjá með sleðum sem ég þarf að breyta. Það er þessi sleði hérna og hann þarf að vera þá svona, eða báðir þurfa að vera í þessari stöðu hérna til þess að þeir verði eins og hjá ykkur. Núna er þetta eins og hjá ykkur, eða ekki satt? Báðir normal, eða svona opnir. Já, OK. Þá erum við sáttir. Flautustoppið, ég ætla að breyta því líka. Og ég tvísmetla það, smetla á 3 punktinn. Flautustopp, ég þarf að stækka þetta hérna, þið getið farið hérna upp í það sem stendur name og þá getið breikka dálkinn til að lesa betur hvað stendur hérna bakvið. Flautustopp er hérna, tvísmetla það og síðan vil ég hafa það bara með texta. Ég skrifa það bara fullum fötum hérna inn, apply og OK og þá kemst ekki allir textin inn í þetta, þannig ég þarf að stækka rofan bara. Þá dregi ég hann bara til og að hefa hann bara hæfilega stóran svo að ég sjáu allan textan, ekkert mál. Svona, þá erum við konið með allan hnappana sem við nauðsynlega þurfum að nota til að prófa forritið sem að þið eru konið með. Og það sem við þurfum meira, það eru ljósin, grænta, grænt B og rauta, rautt B. Kannski náðu því bara hérna hægra megin og það sem við þurfum að gera, það er að fara inn í Tools og Operator Screen Library. Opna það. Og það lendir hérna hjá mér hérna hægra megin og ég ætla að opna hérna Display Units, smetla á plus þar og velja Indicator Light. Ég ætla að tvísmetla á Indicator Light og þá opnast stór gluggi fyrir það. Og þá ætla ég að velja úr því þessi 2 ljós hérna. Sjáu þið þau. Það eru þessi 2 ljós hér. Og þau ætla ég að taka bara í copy, því annars get ég hugsanlega skemmt þetta library og ég loka því bara þá aftur og vista hérna inn á. Bíddu nú við og hvert lendu þeir? Hvert lendu nú ljósin? Ég þarf að gá að því. Já, ég má sennilega ekki vinna í þessu. Ég þarf að stoppa hana hérna. Ég hafi verið með hana á run. Kannski gengur ekki alveg allt þegar allt er á run. Kannski fara
Það er aðeins í disconnect hérna, aðeins að taka herminn úr gangi, svo ég ætla að fara í þetta aftur, já, þetta var nefnilega með öðruvísi lit áðan. En þetta lítur út svona hérna, svona fagurgrænt hjá ykkur, eða ekki? Og rautt. Ég þarf að kópera þetta aftur, þetta var ekki gott hjá mér því að það var verið að keyra forrit og ég ætla að loka þessu og setja þetta hingað inn á skjáinn. Núna ætti þetta að koma. Sjá, jú, þetta er komið. Já, þetta var komið áðan líka. Ég er búinn að sá þetta margoft, ég bara sá það ekki. Svo, að við þurfum að hafa grænt A. Við getum haft þetta svona, ljósin hérna bara svona fyrir grænt A, rautt og kannski getum við sett þetta svona upp. Jú, þetta ætti að sleppa svona, eitthvað smá bil á milli þeirra og ég ætla að setja hérna ljósi fyrir flautunni hérna líka. Svona og allt vinstri jafnað. Og þá þarf ég að merkja ljósin og set síðan texta á eftir. Ég þarf að fara í ungroup hérna. Ég merki græna ljósið, hægri smelli og fer í ungroup. Smelli út fyrir og fer svo aftur yfir á græna flötinn og dreg hann út fyrir. Vegna þess að þetta er græna ljósið, þannig ég merki bara græna flötinn fyrir animation og næ í grænt A í þrípunktinum hérna. Þetta er grænt A, það er hérna. Grænt A og biti er hár þegar að þetta verður virt, þegar að þetta verður grænt. Þá segir ég bara ok það. Og svona ger ég við alla þessa þætti, rautt A, grænt B, rautt B. Við færum þetta bara aftur inn, ég get grúpað þetta aftur og ég ætla að gera þetta aftur, ég ætla að grúpa þetta fyrst til þess að ég skemmi þetta ekki neitt óvart. Ég merki næst rautt A, hægri smelli, ungroup. Svo smelli ég út fyrir, síðan ýti ég ofan á efsta flötinn og dreg hann út fyrir ljósið. Til þess að ég fari ekki að hræri í hinum hlutunum sem er fyrir hérna fyrir neðan. Þá tek ég hann út fyrir. Tvísmetla á þetta. Fer í animation. Svo fer ég í þrípunktinn og næ í rautt A. Tvísmetla á það. Og þetta er biti 1 hérna, ég óvart smelti hér. En þetta á að vera svona, biti jafnt og 1 og þá verður rauðljósið virt. Bara ok, búið. Færi það tilbaka. Fínstillið það með örvanhöppunum. Vel þetta allt saman. Og grúpa það aftur, svo ég skemmi það ekki. Vel næsta fyrir neðan, það er grænt B. Hægri smelli á það. Ungroup. Smelli út fyrir. Dreg efsta flötinn út fyrir, tvísmelli á hann. Ertu bara að draga sjálfan hnappinn eða sjálfa linsuna? Bara linsuna, bara efstu linsuna í burtu. Hún, já, hún breytir hún kemur inn eða út. Hún hverfur ef það er 0, en kemur ljós þegar er háttgildi. Þannig að flöturinn undir dökkgrænn verður ef það er slökkt á ljósinu. Þannig virkar þetta. Smetla á þrípunktinn, næ í grænt B og smetla á OK.
færi linsuna tilbaka og grúppa þetta aftur svo ekkert skemmist af þessu og neðsta ljósið er rautt B, hægri smelli, ungroup, smelli út fyrir, dreg rauðu linsuna, tvísmella á hana, merkjana, animation, þrípunkturinn, rautt B, tvísmella á það og svo bara OK. Svona. Og færa tilbaka. Svo ætla ég að breyta litnum hérna niðri á fyrir flautuna. Ég vil hafa flautuna gula, hægri smelli, grúp. Flautustoppið, eða hérna er flautan, þetta er flautakverfljós. Ég smelli á ungroup. Smelli út fyrir, dreg linsuna í burtu. Ég ætla að breyta litnum á þessu. Ég tvísmelli á þetta. Hérna er rautt, ég ætla að breyta því í gult. Og svo ætla ég að smetla á animation og í þrípunktinum þá næ ég flauta og hverfi ljós. Þetta er útgangurinn. Tvísmetla á flauta og hverfi ljós. Svo bara OK. Og þá verður hann gulur. OK. Smetla þetta tilbaka og grúppa þetta. Hægri smelli, grúp. Þá má ég henda þessu ljósi hérna. Ég hef ekkert við það að gera. Og í rauninni, sko þá getum við prófað þetta strax núna og hjá ykkur, vegna þess að þeir eru búin að setja alla merkingar þar inn, nema þeir sem eiga eftir að setja stigaritið. Ég kem ykkur á stað við það. Nei. Ok, en hjá flestum þá er hægt að prófa þetta allt saman þegar við konum við þetta. Það sem við gætum skreitt þetta meira væri það bara hreinlega að taka afrit af þessu hérna, að bilun A til dæmis, og skrifa hérna við grænt A, eða bara A, við vitum að þetta er grænt. Ég get skrifa hérna grænt A. Hérna má nota í sér íslenska stafi, af því þetta er bara skraut, skilji. Ok, hérna er grænt A, svo kemur grænt B og svo framvegis. Grænt B. Svo það sé alveg að hreinu hvað við erum að gera hérna. Apply, OK. Og síðan neðst væri bara flauta á hverfi ljós. Til dæmis. Flauta og hverfi ljós með kommustaf, ói og öllu saman. Það er allt í lagi, af því að þetta er skraut. Það er gott. Við gerum þetta í rafeindatækni 300 líka. Þetta er nákvæmlega þetta verkefni, sko, bara gert í inntölu. Rautt A. Rautt A. Og síðan rautt B, þá eru búin að merkja þetta allt saman. Svona. Þá fer þetta ekkert á milli mála hvað við erum með hérna. Núna getum við bara hreinlega sem sagt kanna það hvort að við erum með allt tilbúið í þessu. Ef að þið eru konur með þetta hérna, þá förum við í það, við erum með hérna simulatorinn valinn, þið höfum bara kannað það, sé örugglega þannig. Og ég set hérna aftur simulatorinn í gang. Ég er að smetla hérna á connect, en þið eru sennilega ennþá með hann í gangi, þennan simulator. Þið þurfum ekki að smetla hérna þá aftur á þetta. Og með þess að þetta hérna Analyze Project og Build Changes og Rebuild All Project, þetta er allt saman grátt hjá mér af því að ég hef í rauninni ekki breytt neinu til dæmis í stigaritinu. Forritið hefur í rauninni ekkert breyst. Það er bara hérna í PC-tölvunni sem hefur breyst, skiljiði. En ég get þess vegna prófa að senda þetta aftur niður í herminn. Ég smelli þá hérna á
Það stendur hérna download project. Það er ekki víst að þessi texti komi hjá ykkur, en þetta heitir download project. Og þá smellum maður á transfer og þá fer forritið okkar niður í herminn, eins og við værum að senda þetta niður í raunverulega eintölvu, og allt verður hérna svona grátt og guggið hérna á skjánum, og svo þurfum við að smella hérna á run, og þá fer nú eitthvað að gerast. Ok, hjá mér þá tengist það strax, en þið þurfa að smella á til þess að tengist, skiljið. Og þá er grænt á A og grænt á B. Sjáðu, þannig kemur linsan og lýsist upp. Ok, er einhverjir að prófa þetta? Ég ætla að fara þá núna og búa til bilun hérna af því að ég er með sleðana hérna. Ég ætla að setja bilun á A og það væri nóg fyrir ykkur að smella á hérna hnappinn. Þá kemur flautan inn, sjáðu það, hún verður gul hérna og rauðuljósið blikkar. Ef allt stigaritt er sett upp rétt hjá ykkur, þá er það hannig, en það sem að eitt sem að vantar sennilega hjá ykkur öllum nema einum er það að setja inn systembita. Það er sem sagt, hann er merktur inn á blikkaran undir adressu með prósentumerki, stórt S og 6. Það er sem sagt systembiti 6, hann þarf að vera í adressunni fyrir blikkaran til þess að rauðuljósi blikki, skiljið. Annars kemur ekki rautt ljós þegar að þessi bilun kemur á hjá ykkur, flestum. Þannig þess vegna virkar þetta ekki svona hjá ykkur. Núna stoppa ég flautuna. Ég smelli hérna á hnappinn flautustopp, en þessi rofar eru ekkert virki hjá mér. Af hverju? Nei, vegna þess að ég er ekki búinn að virkja enable write variable, ég er ekki búinn að virkja skjáinn. Núna er skjárinn orðinn virkur og nú get ég smellt á flautustopp. Og þá stoppar flautan og rauðuljósið fyrir A verður stöðugt. Þannig að við þurfum alltaf að muna eftir þessum takka hérna til þess að virkja skjáinn. Annars getum við ekkert gert með rofunum. Við erum bara ennþá í teikni ham hérna, þó að tölvan sé sett á run. Ok, hvað við gera? Eigum að fá bilun B líka. Við prófum það ekki áðan. Ok, gerum það. Samþykkt. Þá kemur ákveðin tímasenkun. Bilun B. Flautan kemur inn. Ég smelli á flautustopp. Rauðljósið verður stöðugt. Og svo get ég hérna gert við bilun B. Grænljósið kemur inn. En rauðljósið helst áfram. Það er eins og þið munið út af því ef að bilunin myndi lagast að sjálfu sér, að þá sæju þið hvaðan bilunin kom eða hvaðan truflunin kom. Svo að hérna þá er þetta ekki eitthvað sem bara kemur og fer, heldur þið viti hvaðan truflunin kemur og þá getið þið kvittað það út með kvittunarhnappnum. Við lækkum hitastigið á A og kvittum út rauðljósið á A. Svona. Og það næsta sem við þurfum að gera, eftir að ég er búinn að fara og tjekka á hvernig staðan er hjá okkur, það er að setja inn þennan hliðræna þátt, analóg, þessa sleða, hvar við finnum þá hérna á þessu. Það er rauninni scale indicator, mjög einfalt. Og það sem að við þurfum fyrir þessa kassa hérna sem að sýna tölugildið, það er rauninni hérna, þetta entry field, vinstra megin við þennan hnapp sem við notuðum áðan. En segjum þetta er gott í bili og ég skoða hvernig gengur hjá ykkur.